Já, það slitnaði sambandið þarna og ég komi á línuna Ágúst Jóhannsson, þjálfari A-landslið kvenna í handbolta. Komdu bless á sæll, höfðingi? Já, komdu sæll. Hvernig hefur það þarna út í Frakklandi? Hvernig hafið það þarna í Frakklandi? Halló. Já, sæll, heyrur ekkert í mér? Já, nú heyri ég þér, blessa. Já, hvernig hafið það þarna í Frakklandi? Við höfum það bara fínt, þakka þér. Er það ekki? Jú. Það er ekki rigning á ykkur? Nei, hérna er bara fín hittir, 20 stig eða eitthvað, ég veit það ekki. Nú, já, þannig að þið eru bara komin í sólina? Já, það er bara mjög fínt hérna. Já, nákvæmlega. En þið eru hérna núna úti í Frakklandi og, já, hvað eru þið að gera þar? Já, við erum að fara að byrja núna bara riðlakeppni, undankeppni EM, fyrir EM í Svíþjóð, sem að fer fram í 2016 í desember. Þannig að við erum að byrja riðlakeppni hér og eigum fyrsta leik núna á 15 gegn Frökkum hérna. Og hvernig leggst á leikur í ykkur? Hann leggst bara ágætlega í okkur. Frakkar hafa auðvitað á að skipa gríðarlega sterkur lið og er kannski svona fyrirfram það lið vera sterkasta lið í riðlinum en hérna við höfum spilað við hann nokkur sinnum og hérna oft á tíum verið hörkuleikin, þannig að við vonumst bara eftir að ná góð leika á 15. Og já, þú veist eitthvað svona hvernig svona stemningin er á hótnum hjá þér? Já, við æfðum hérna, komum saman hérna bara setjum partinn í dag, hittumst öll hérna, bara útlendingarnir, það er að segja það sem er að spila úti og svo við sem komum frá Íslandi og æfðum hérna saman í kvöld og áttum hérna góðan líka fund og svona, þannig að hérna stemningin er bara fín og mikill og góður hugur í leikmönnum. Já, hópurinn sem þú ert með núna, það er, já, þetta er svona töluvert eða ekki svona svipaður hópur og varst með síðustu þegar landsliðið hittist? Jó, hann er kannski ekki mikið breyttur. Við erum komin inn með Karin Knúts aftur sem er auðvitað mjög jákvætt. Hún var meidd í síðasta verkefni á móti Svartfjallalandi, þannig að hérna við fagnum því einn okkar besti leikmaður, þannig að en annars er þetta svona nokkurn veginn óbreytt. Birna Berg reyndar ekki og Þórir Rósa. Birna Berg sleit crossbönd og Þórir Rósa rólétt, þannig að það auðvitað munar svolítið þær en við erum með bara sterkar leikmenn í þeirra stöðum, þannig að hérna það kemur vonandi ekki á sök. Nú eru væntanlega Sunnlendingarnir mjög forvitnir hvernig Hrafnhildur Hanna er að tróna í þennan hóp? Hrafnhildur Hanna hefur náttúrulega staðið sig bara gríðarlega vel í þeim verkefnum sem hún hefur verið í hjá okkur í landsliðinu og þá svo sem þetta er komið ljós hvernig hún verið þessu verkefni, við erum bara búin með eina æfingu en hún er auðvitað gríðarlega sterkur leikmaður sem hefur hérna tekið miklu framförum og staðið sig gríðarlega vel með landsliðinu í þeim verkum sem hún har verið í, þannig að hérna hún er algjör hérna framtíða manneskja hér. Hópurinn sem þú ert með í höndunum, að þetta er náttúrulega tölur af breytingu, nú eru svo margar orðnar atvinnumenn í handbolta eða svona er að spila fyrir erlenda klúbba sem var kannski ekki áður fyrr? Nei, það er alltaf bara sem betur fer að færast í aukan að stelpunar að fara út og eru farnar að lifa að spila handbolta og spila í mjög sterkum deildum út í heimi, bæði Danmörku og Þýskalandi og hérna Frakklandi og Noregi, þannig að hérna það er auðvitað bara mjög jákvæmt fyrir landslið og hérna lætti að hvetja líka bara yngri stelpur til þess að leggja meira á sig til þess að komast í svona umhverfi, því að þetta er auðvitað hérna frábært upplega það að vera atvinnumar í greininni og hérna þetta styrkir auðvitað bara landslið og þessi leikmenn eru að æfa með betri leikmennum og spila á móti sterkari andstæðingum, þannig að hérna það er bara mjög jákvæmt. En já, fyrsti leikurinn eitthvað á fimmtudaginn og svo er náttúrulega leikurinn hérna heima á sunnudaginn, það er væntanlega mikilvægt fyrir hvern einasta Íslending að mæta þann leik? Já, það segir sig auðvitað sjálft að hérna við byrjum á fimmtudaginn og svo heima að leika á móti Þjóðverjum á sunnudaginn í Vodafone-höllinni að Valsheimilinu klukkan 4 og Þýskaland er auðvitað með geysir að sterkliði líka og hérna hafa skipað mjög sterkur leikmannum, mjög hávaxnar og með mikla skittur, þannig að hérna að það er bara mjög skemmtilegt verkefni að mæta þeim og til þess að hérna auka möguleikan á sigri þar þá að sjálfsögðu er mikilvægt fyrir okkur að fá góðan stuðning áhorfenda. Getur þú lofað okkur að þið taki eitthvað að þessi sól og blíðu með til Íslands frá Frakklandi? Já, Einar Jónsson aðstofþjálfari var nú eitthvað að tala um það að hérna
hann færi ekki hérna nema hann væri með einhverja 10-15 gráður í ferðartöskunni, þannig að hann skal bara standa við það, kallinn. Já, annars þarf þú að þjálfa einn á sunnudaginn. Já, annars verð ég bara einn. Já, það held ég, það er bara ljóst. Já, nákvæmlega. En já, leikurinn klukkan 5 er það ekki á 15 íslensku tíma? Já, alltaf ekki 6 hérna, jú. Já. 7, ég skal veikjörn, ég er ekki alveg klárað. Nei, enda þið bara nýmættar út. Já, við erum bara rétt búin að koma okkur fyrir hérna og svona bara nú æfum við tvisar á morgun og fundum og svo æfum við tvisar líka á miðvikudaginn og fundum mikið með og svona, þannig að hérna það er bara hörku vinna framöndan, við erum hérna við mikið aðstæður, mjög góður aðbúnaður hérna og svona, þannig að hérna það fyrir bara vel okkur og við notum reynum að nota tíman eins vel og við mögulega getum til þess að vera eins vel undirbúin og kostur á 15. Hvað þarf til þess að vinna sterkt lið Frakka og Þjóðverja? Við þurfum auðvitað bara svona grunnstofnar í okkar leik, hafa náttúrulega verið góður varnarleikur og markvarsla og það er auðvitað eitthvað sem að við þurfum auðvitað að ná fram og svo svona í okkar sóknarleik á móti þessum svona sterkari þjóðum er mikilvægt að hleypa þeim ekki í þessi ódýru mörk, hraðaflsmörk, það sem að þessi lið eru mjög fljóta að refsa ef að við erum að gera mikið að tæknifélum. Þannig að við þurfum að halda góðum aga sóknarlega og koma í veg fyrir það að það ná að keyra á mikið hraðaflum á. Ágúst Jóhannsson, þjálfari A-landslið kvenna í handbolta, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, það er náttúrulega skyldumæting á höllin á sunnudaginn. Allir í Valseimil á sunnudaginn klukkan 4 og hvetur stelpurnar. Nákvæmlega. Ég ætla að vera engin svikin að því að sjá stórleik Íslands og Þýskalands í kvennahandbolta á sunnudag. Nei, og já, og þið komið kannski með ykkur að sóla, allan Einar ætlar að meina það. Einar Jónsson er búinn að lofa því að vera með fulla tösku af einhverjum 15 gráðum, þannig að við bara treystum á það, annars látum við hann heyra. Já, nákvæmlega. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Já, takk best. Já, leikurinn núna á fimmtudaginn gegn Frökkum og svo náttúrulega á sunnudaginn þá er náttúrulega leikur í Valseimilinu sem að allir þurfa að mæta á og hvetja stelpunar okkar gegn sterkuliði Þjóðverja undankeppni Evrópumeistaramótsins. En nóg handbolta í bili, við ætlum núna að fara yfir í enska boltan og við ætlum að heyra núna í Grétari Magnúsinni, Liverpool aðdáanda. Það er mikið að frétta úr herbúðum Liverpool og já, enska deildin er náttúrulega í fullum gangi og við tökum hana svolítið fyrir núna næsta hálftíman. Við ætlum að heyra einni í Kjartani Björnssoni, Arsenal aðdáanda og svo ætlum við að heyra í mitt í utandeildarmeisturunum 2015. Suðurlanda FM í Vestmannaeyjum, FM 93